Stúlknaflokkur kvenna var að keppa sinn seinasta leik í yngri flokkum helgina og vann hann auðvitað. Það sem samt svo sérstakt við þennan árgang að þær hafa unnið hvern einasta leik sem þær hafa keppt síðan þær byrjuðu að keppa á Íslands- og bikarmeistaramótum og það gerist mjög sjaldan. Ég fór að tala við 4 stelpur í liðinu til að reyna að finna út af hverju þær ná svona góðum árangri. Hvað hafið þið unnið marga Íslands- og bikarmeistaratitla? Samtals held ég að þetta sé í kringum 20 titla svona cirka. Já, bara frá yngri flokkunum? Já, alveg frá yngri flokkunum og alveg með meistaraflokk. Sem sagt, þá erum við bæði að telja sem við höfum unnið með okkar flokk og líka þegar við erum að spila með eldri. Af hverju vinnið þið leikina? Hvað hafið þið sem hin liðin hafa ekki? Vörn, held ég. Já, eða þú veist, við bara spilum svo vel saman. Við erum bara búin að æfa saman, skiljum við, því við vorum flesta svona 9-10 ára. Mjög góðir þjálfarar, myndi ég segja bara. Já, við höfum verið mjög vel þjálfaðar bara alveg frá yngri flokkunum, sko. Við höfum kannski fengið betri þjálfun eða eitthvað í kringum árin eða eitthvað. Og ekki mjög góð liðsandi, haldir ekki hann gera eitthvað enn á vellinum? Jú, alveg helling. Við erum allar mjög góða vinkonur, ekkert bíf eða neitt. Jú, algjörlega. Við erum allar svo góða vinkonur líka. Hvernig var það orðið síðustu árin þegar við vorum að fara í leikina? Voruð þið að hugsa að þið myndu tapa og var það fyrsti leikurinn sem myndi tapa? Sko, eins og fyrsti leikurinn sem við töpuðum, þá vorum við að spila með eldri og það var alveg erfitt fyrir okkur að tapa þeim leik. En svo svona við kynntumst í almennilega að tapa þegar við vorum komnar í meistaraflokk. Þá svona, þú veist, vorum við að tapa leikjum og þá vorum við að spila leiki kannski 2 viku. En við vorum alltaf svolítið hræddar að tapa held ég þegar við vorum yngri. Já. En þar sem við töpuðum ekki í okkar flokkum, þá var þetta svona öðruvísi að tapa þegar við vorum að spila með eldri. Já, allavega með okkar árgangi, það var svona svolítið mikið pressa í lokin, svona í 10. bekk á okkur. Já, sem vorum að spila með eldri. Og þá máttum við ekki tapa því við vorum alveg taplausar með þeim. Og leita ekkert menn út eins og bara að fara að tapa fyrsta leik eða er þetta bara alltaf algjört rúst? Í yngri flokkum myndi ég segja að þetta væri alltaf svona, við vorum alltaf með yfirhöndina. En komu leikir alveg inn á milli sem voru jafnir en við svona klárum það oftast alveg með, vel bara. En bara því eldri sem við urðum þá var þetta náttúrulega bara erfiðara og meiri spenna og jafnir leikir. Hverjir hafa verið þjálfararnir ykkur frá upp til enda? Það var Helena. Svo minnum við að Kolli hafi tekið okkur og þjálfað okkur sem sagt fyrsta tímabili okkar sem voru að spila á turneringu. Þá voru að spila, þú veist, á móti eldri stelpum sem sagt vorum yngri. Svo tók Bjössi við okkur í 5. bekk, eitthvað svoleiðis. Og svo var Jón Guðmunds með okkur 1 tímabil. Og svo tók Þröstur Leó við okkur 1 tímabil. Já, ár. Já. Og svo held ég aftur Bjössi og svo fórum við til Möggu í meistaraflokk og svo Sverrir í meistaraflokk. Og Marín og Jonni auðvitað. Þau voru með okkur stjórnflokk. Eigið þið einhverjar fyrirmyndir í körfuboltanum? Nei, ekki eitthvað sérstök, sko. Ég á ekkert endilega einhverja eina fyrirmynd á Íslandi, sko, eða úti. Maður er bara svona, þegar maður er lítill leikmaður svo sem alveg upp til fullt af leikmönnum. En já, ekkert eitthvað sérstök í dag. Þið eru auðvitað líka fyrirmyndir. Hafið ykkur áttið þeirra sem lítið upp til ykkur og vilja komast stand í boltanum? Mæta á aukaæfingarnar eða það eru boði. Morgunæfingar, skotaæfingar, allt svona. Það borgar sig. Bara að vera dugleg að æfa og alltaf tala um aukaæfingarnar.